Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þú ert 10 ára þegar þú kemur fyrst til Íslands. Manstu eftir þeirri stund? Já, ég var 10 ára að verða 11 og já, ég man vel eftir þessari stund. Ég man eftir deginum þegar við vorum að fara til Íslands þann dag og allir úr götunni, allir nágrannar voru að kveðja okkur fjölskylduna og það var mikið gráti og bara, já, mikill söknuður, margar minningar og margar tilfinningar í gangi og maður vissi í rauninni ekki hvert maður var að fara. Ég var eiginlega að viðurkenna það. Þessi svona upplifun á ástandinu heima hjá þér áður en það kemur að því að þið vitið að þið að fara til Íslands. Hvernig var ástand? Náttúrulega stríðið gerist 1991 og stendur til 95-96. Við flýjum náttúrulega Króatíu 95 og flytjum þá til Serbíu. Því þetta stríð var náttúrulega svona aðallega út af pólitískum aðstæðum. Já. Og við gátum sem sagt flutt til Serbíu vegna þess að pabbi minn er serbneskum uppruna og átti þá fjölskyldu þar og við gátum farið til þeirra og þar vorum við í 6 ár til 2001. Og þar bjuggum við í bara pínu litlu húsi, 2 herbergjum, engu baðherbergi og það var svona útbúið klósett aðstaða úti og einhverju skúrar og svona til að geta geymt dót og annað. En í þessum 2 herbergjum vorum við 7 fjölskylda. Sem sagt, mamma, pabbi, bróðir minn, ég, amma og afi og bróðir pappa. Og já, það voru náttúrulega rosalega erfiðar aðstæður, mjög erfiðar aðstæður. En ég svona sem krakki, ég var alltaf bara rosalega hamingjusöm. Ég þurfti greinilega ekkert mikið og hugsaði ekkert það. Ég átti bara það sem ég átti og var bara ánægð með það. Hvernig var svona daglegt líf hjá þér þarna? Ég byrjaði náttúrulega í skóla 7 ára í 1. bekk. Þar byrja krakkar í 1. bekk 7 ára, svo já, bara í skóla og leika sér úti. Það var bara það. En svo þegar þessi ákvörðun kemur að fara til Íslands, manstu eitthvað eftir því? Já, ég man alveg svona aðeins eftir því þegar að pabbi fær alveg gjörsamlega nóg að vera í þessu litlu 2 herbergja húsnæði og það búið að missa allt sitt út í Króatíu. Og hann vissi eiginlega ekki svona hvernig hann ætti að bjarga okkur fjölskyldunni og hvað hann ætti að gera. Það var bara erfitt líf, erfitt að lifa og mamma og pabbi unnu allan daginn og amma sem lést, hún bara ól okkur upp krakkana mest megins og hann bara þurfti að leita að betra lífi og betra aðstoð fyrir okkur öll. Þannig að hann sótti sem var þá á þeim tíma í boði að flytja út og þetta var í boði fyrir flóttamenn og sérstaklega svona blönduðu hjónabandi og þegar ég segi blönduðu hjónabandi þá er það Serb og Króatar. Mamma minn er sem sagt á Króatí, hún er kaþólsk og pabbi er Serbi og hann er sem sagt réttrúnaðartrúar eða ortodox. Þannig að þau áttu svona forgang, en ekki endilega. Þannig að, já, hann fór og sótti og hann fékk. Þetta var bara svona eins og í lottói, ég man eftir því. Pabbi var rosalega svona spenntur, bara, hvað er að gerast? Það fékk umslag heim og hann átti að fara í viðtal. Og já, og við fengum að komast til Íslands. Og hvernig var það að koma til Íslands? Þetta hlýtur að hafa verið alveg svakalega stór skref og þung skref. Já, þetta var það.
var mjög skrítið. Pabbi vissi í raun og veru ekki hvert við varum að fara. Það vissu fáir Ísland og þannig að hann fór í bókasafni og var að leita í bókum og var að fræða sig aðeins svo að við getum svona vita aðeins hvert við varum að fara. Og ég man að þegar við vorum að lenda á Keflavíkurflugvelli þá leið mér eins og ég væri að lenda á Marsplanetinu. Það var náttúrulega ekki eins mikil byggð, þetta náttúrulega 25 ár síðan og já, maður sá lítið til húsa og það var engin tré, lítið bara, já, engin skógur og allt svo drift við það og ég bara, hvert erum við að fara? Bara algjöröðin. Já, það var þannig. Og svo bara þegar maður lenti á flugvöllinn og okkur var skutlað minni með fyrst Rauða krossinn og þar vorum við öll að hittast. Það voru 5 fjölskyldur sem komu til landsins og og svo var okkur skutlað á okkar heimili, tilvonandi heimili. Og þá var það bara allt önnur upplifun. Voruð þið strax komið húsnæði? Já, það var sem sagt búið að útbúa bara allt fyrir okkur. Húsnæði, vinnu fyrir fullorðna fólkið, foreldrana og krakkarnir voru skráðir í skóla, þannig að þetta var bara allt tilbúið fyrir okkur. Já. Og hvernig gekk svona að aðlagast og hvernig voru kannski fyrstu dagarnir og vikurnar fyrir 10 að verða 11 ára gamla stelpu að koma í ókunnugt land og þekkja engan og tungumál sem var náttúrulega bara mjög framandi? Einmitt. Fyrir mitt leyti var það alls ekki erfitt af því að ég rosalega opin manneskja, hef gaman af fólki, hef gaman að kynnast öðrum og hef bara eiginlega aldrei átt erfitt með það. Þannig að fyrir mitt leyti gekk þetta allt saman mjög vel. Ég man þegar við fórum svo á okkar heimili sem ennþá mamma og pabbi búa þar ennþá á Faxabrautinni, íbúðinni þar. Það var allt tilbúið, herbergin fyrir okkur krakkarna og það fylgdi alls konar dót og maður var bara svo ánægður. Ég fékk dúkku, ég á hana ennþá og já, ég var svo glöð með það og svo þetta var 9. júní sem við komum til landsins 2001, þannig að það var sumar. Þó að mér fannst það ekki endilega vera sumar, en það var samt sumar, svo að maður bara tók þátt. Ég tók allavega þátt strax bara í samfélaginu. Ég fann mér einhver vinnu, félaga og vinnafélaga og fór að leika úti og já, bara lærði strax íslensku og byrjaði að læra strax íslensku og já. Þannig var sumarið. Já. Gekk vel að eignast svona leikfélaga þarna strax bara á Faxabrautinu og í kring? Já, ég myndi alveg segja það. Svo voru alveg nokkrar stelpur sem bjuggu í sömu blokk og við fjölskyldan sem voru líka frá Króatíu sem komu þá til landsins nokkrum árum áður undan okkur og þær hafa svona hjálpað mér alveg í gegn að kynnast öðrum og já, algjörlega. Og hvernig var svo? Þið fóruð bara strax í einhverja íslensku kennslu í skóla, það var sett eitthvað prógram svona til að koma ykkur inn í samfélagið? Já. Manstu eitthvað eftir því? Já, það byrjuðu allir að fara í skóla, að læra íslensku. Það var bara eiginlega tilbúið prógram fyrir okkur og eins og ég segi, ég man ekki endilega hver var ráðinn til þess og hvern, en hún Steinunn Njálsdóttir, hún sá alfarið held ég að skipuleggja námið og hún fékk með sér kennara í lið, sem sagt menntaða kennara og sem hafa þá verið úthlutið bæði fyrir okkur krakkana og hins vegar fyrir fullorðna fólkið, foreldrana. Og ég man að Steinunn til dæmis, hún kenndi fullorðnum
á meðan margar aðrar eins og til dæmis Fanney Dorothea og hún Elínborg Herbers, Helga Margrét Guðmunds og Bryndís systir hennar Guðmundsdóttir hafa kennt okkur. Þú sagði mér áðan að þið fengu mjög góðar móttökur og mikinn stuðning. Já, við fengum mjög góðan stuðning. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Það var bara mjög gott net sem var gert í kringum okkur. Það var haldið vel utan um okkur. Eins og ég segi, við fengum allt. Við fengum húsnæði, fyrirfram greitt, á meðan fólk kom sér fyrir. Foreldrar fengu störf, við vorum skráð í skóla, sem sagt í grunnskóla og framhaldsskóla þeir sem voru komið það langt. Við byrjuðum strax að fara í íslensku kennslu og fullorðna fólki fékk líka störf. Þannig að þetta var bara allt tilbúið, bara eins og bara flottur pakki. Já. Manstu hvað það var stór hópur sem kom? Við vorum 5 fjölskyldur. Hvað ætlaði að sé? Kannski cirka 20-25 manns. Var eitthvað tengsla á milli þessar fjölskyldu? Eða voru það að koma svona bara vítt og breytt úr þessu héraði sem að... Já, þetta var bara vítt og breytt. Það voru engin tengsla. Þannig að það voru engir vinir... Ekki okkar hóp, nei. Við kynntum svo bara þegar við komum hingað og já. Hvernig hefur þessi hópur svona haldið sambandi? Síðustu 25 árum? Já, það er svona, bara misjafnlega. Sumir eru ennþá í tengslum og hittast ennþá, aðrir ekki, sumir eru fluttir út. Bara við heiminn og já, bara misjafnlega. En hefur eitthvað farið heim aftur? Já, í heimsókn. Já. Mín fjölskylda er bara eingöngu í heimsókn en ég veit að suma fjölskyldur eða sumt af þeim hefur svona flutt aftur heim, kannski komin að ellilífeyri og ákveðið bara að fara aftur heim. Hvernig var að koma aftur út og bara sjá? Í heimsókn. Já, bara til þess eins og þú sýndir mér áðan myndir sem að voru heimili ykkar áður en að þið þurftu að yfirgefa það. Það hefur ekki verið fögur sjón. Já, það var náttúrulega búið að hreinsa aðeins til þarna eftir að við flúðum og þurftum að fara annað. Þannig að, já, það var mjög skrítið að fara þarna fyrst. En þetta var örugglega miklu erfiðara fyrir mömmu og pappa. Því að þau náttúrulega áttu og eiga allar minningar frá því að þau voru börn og fullorðnir þaðan. Og sjá bara allt húsið, sjá bara allt sitt og húsið og annað bara gjöra ónýtt. Það hefur örugglega bara verið mjög erfitt fyrir þau. Ég man svo sem ekki mikið þannilega eftir því. Jú, það eru alveg einhverjar minningar sem sitja eftir sem eru ekki endilega fallegar. Og en jú, það hefur alltaf verið gaman samt sem áður að fara aftur, eins og þú segir, heim. Af því að maður ólst þar upp. Svona fyrstu árin og maður man kannski ekki endilega eftir fyrstu 5 árum sínum. Ræturnar eru þarna þó að það sé... Ræturnar eru þarna og já, það er eitthvað sem svona dregur mann alveg algjörlega að koma þarna. En hvernig hefur svo bara gengið að fóta sig á Íslandi? Bara fyrir mitt leyti mjög vel. Að sjálfsögðu var þetta mjög erfitt fyrir okkur öll, ég held bara fyrir alla fjölskyldur. Það var náttúrulega erfitt, það var erfitt að læra málið og það var erfitt að koma sér inn í samfélagið. Fyrir 25 árum síðan það var þetta ekki svona mikið fjölmennt eins og er núna í dag. Það var bara svo lítið í boði, þannilega, fyrir útlendinga. Það var oft svona hort á mann og kannski bent á mann, skilurðu mig, að því maður var öðruvísi, maður var kannski dekkri á hörund með brúnt hár og með allir hinir eru ljósir og annað, maður svona stökk upp úr, en við vorum svo fá hérna inn í Keflavík
aðalega Keflavík, fáir útlendingar að já, það var ekkert annað boðið, við þurftum bara að aðlagast samfélaginu og já. Já, það kom fram á þessari samkomu þarna daginn að þeir voru svona fyrsta flóttafólkið bara hreinlega sem kemur til Reykjanesbæjar. Já, við vorum það. Já, Við vorum fyrsta flóttafólkið frá Júgóslavíu sem kom til Reykjanesbæjar. og meira þess að þessum tíma eru ekki komnir margir pólskir íbúar sko, sem voru náttúrulega bara að koma til Íslands í atvinnuleit, þannig að þeir voru svona með fyrstu útlendingunum í bænum, má eiginlega segja svona þarna. Það er rétt. Já. Það er rétt. Ég og bróðir minn vorum í Holtaskóla í grunnskólanum þar og ég man að það voru 2 systkini sem voru pólsk. Bara 2 systkini. Þannig að það eru mikla breytingar búin að eiga sér stað frá því Það að þú kemur hingað. Það held ég. En vinahópurinn hefur síðan verið fljótur að stækka? Já. Hann hefur vissulega gert það. Ég eignaðist alveg strax vini og það var ekkert mál að eignast þau og svo hélt það bara áfram og ég er ennþá í samskiptum við það fólk og við minna ættar vinkonur og svo bara með tímanum eignast maður fleiri vini framhaldsskóla og svo í gegnum vinnu og svo sérstaklega núna eftir ég klára háskólann og í vinnunni, já. Það er alltaf að bætast við. Já, þú komið með mann og börn og ert hjúkrunarfræðingur á HSS og þannig að þú hefur í nóg að snúast. Já, ég á 2 stráka. Ég segi alltaf að ég eigi 3 stráka því að sveit minn, hann er líka litli strákurinn minn sem maður þarf alltaf að passa upp á. Og svo á ég 2 stráka, 1 6 ára, hann Ísak og 1 sem er að vera 2 ára, hann Kristján og við Sveinn eigum von á 3. barni líka. Og þið hafið komið eitthvað skemmtilega fyrir út í höfnum? Já, virkilega, hann Sveinn er náttúrulega úr höfnunum og ólst þar hér upp og hann vildi byggja hér svo að ég bara þorði ekki öðru en að segja bara já og við gerum það og ég verið að styðja hann í því. Og hann fór ekkert auðveldust leiðir, hann kom bara með flutningabíl og flutti hús úr Keflavík út í hafnir. Það er rétt, það var mjög skemmtilegt, það er rétt. Hann flutti hús á Hafnargötuna sem stóð upp á Ásbrú í einhver ár. Hafði áður verið á Suðurgötunni í Keflavík? Akkurat, áður á Suðurgötunni í Keflavík. En nú það komin út í Hafnir. Við byggðum sem sagt fyrstu hæðina en svo var það hús komið ofan á það. Sett jarðarber á toppinn. Akkurat. Og bara umhverfið frábært. Umhverfið frábært. Það er æðislegt að vera það er svo frjálst, sérstaklega fyrir krakkana. Svo Ísak minn, við leyfum honum að fara út án þess að eitthvað hika endilega við hvort að eitthvað sé að fara að keyra ofan greið en af því það er svo frjálst og hann, já. Þetta er frábært umhverfið til þess að alveg. Ég held það, þetta er frábært og það er svo nálægt að keyra út í Njarðvík eða Keflavík, þetta er ekki nema bara 10 mínútur, þannig að okkur vantar ekkert, okkur skortir ekki neitt. Vanmetið hvaða stutt í sveitina í höfnunum? Það held ég, fólk er svolítið hrætt og það er bara, Hafnis, nei, en það er ekkert svoleiðis. Það er jafn gott netsamband hérna og alls staðar annars staðar. Ég held það. Stutt í alla þjónustu og bara ekkert mál. En hvernig er framhaldið? Ætlar eitthvað aftur að kíkja í gamla heimalandi eða? Við erum alveg duglega að heimsækja okkar heimslóðir og við förum heimsóknir svona yfir sumarið. Bæði foreldrar mínir og ég og bróðir minn og ég hef náttúrulega farið með strákana mína og þeim finnst það voða gaman. Ég á ömmu þar og fjölskyldu, bæði mömmu og pabba megin og þannig ég fer eiginlega á báða staði. Ég fer bæði til Króatíu en ég fer líka til Serbíu því að fjölskylda mín býr þar og þau hafa ekki flutt aftur heim til Króatíu.
Þau hafa bara ákveðið að vera eftir í Serbíu eftir stríðið. En þetta græir seint þarna úti, Um, eða hvað, Sko, stríðið er náttúrulega löngu hætt. Já. En það er rétt, já, þetta græir aldrei, ekki seint, þetta græir í rauninni aldrei. Fólk man vel eftir þessum tímum, fólk veit í hvað það hefur gengið í gegnum. Þetta er náttúrulega alls konar áföll sem fólk hefur gengið í gegnum og þú gleymir þeim ekki. Það er alveg visst, eins og ég get kannski fyrirgefur pabbi mér ef hann hlustar á þessa upptöku einhvern tíma, en hann hefur til dæmis verið skotinn í stríðinu, fengið sprengju sem hefur farið í andlitið á honum og hann lifði það alveg af. Ég sem krakki þá kannski 5 ára, 4-5 ára, fór inn á spítala og að heimsækja hann með mömmu og ég man eftir því. Ég man eftir manni sem lá við hliðina á honum sem var bara, já, allur svona í tætlugreið og það var verið að reyna að bjarga honum. Þannig að já, kannski er heldur ekki skrítið að ég gerðist sem hjúkrunarfræðingur síðan á ævinni. Fyrst sjúkrili sem ég er mjög stolt af, svo fór ég í hjúkrunarfræði og útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur. Þannig að svona innra með mér er alltaf þessi, hvernig ég segja, þessi umhyggja að reyna að hjálpa öðrum, reyna að bjarga öðrum og og það lýsir mér eiginlega sem persónan best. Ég myndi segja það. Hvað geturðu sagt um þetta svæði þar sem þú kemur frá, þessu héraði sem ég man ekki eins og hvernig á að bera fram nafnið á? Já, héraði okkar heitir Kordun í Króatíu. Ég fæddist í borginni Karlovac sem er bara ekki nema kannski 40-50 km frá höfuðborginni Zagreb. En við áttum heima í sveitinni líka og foreldrar mínir og forfeður mínir voru öflugt fólk. Þau áttu alltaf nóg og meira en það og var bara vel stætt fólk sem náttúrulega fer allt í stríðinu. Þannig að já, það er svona skrítið að missa allt og þurfa að byggja aftur upp nýtt líf í öðru landi, í öðru samfélagi, öðru héraði og bara byrja upp á nýtt, já. Það er mjög bara sérstakt fyrir fólk að þurfa að yfirgefa heimilið sitt og fara eitthvað annað út af. Ég held það. Já. Ég held það. Þegar maður svona þvingar til þess að fara heima, þá er það allt öðruvísi heldur en þegar maður vill kannski flytja annað. Alveg eins og til þess með Grindavíkurbúa sem að hafa þurft að fara að heiman. Og ég tengi oft við þau einmitt, og maður hittir fólk líka á sjúkrahúsinu sem eru frá Grindavík og sem eru kannski að díla einmitt við andlega vanlíðan og ég skilði þau. Ég get tengt, ég veit hvað þau eru að tala um. Eina sem ég get bætt við er að ég og mín fjölskylda, það var ég að tala algjörlega út frá mér og þeim, að við erum mjög þakklátt fyrir allt sem var gert fyrir okkur hér. Við fengum tækifæri fyrir betra lífi, virkilega, til að byggja aftur upp nýtt líf og sem að við vissulega gerðum. Og ég er mjög þakklátt fyrir allan stuðninginn sem við fengum. Og ég held að allir sem koma hingað sem flóttamenn eða einhver annarri ástæðu að þau eiga að taka við samfélaginu eins og það er og læra tungumáli. Það er mjög mikilvægt og bara reyna að aðlast ef maður vill vera hér, það er að segja. Öðruvísi er það eiginlega ekki hægt. Nei, það er eiginlega grunnur að öllu að geta átt í samskiptum og tala tungumál. Já, það er eiginlega bara hugarfarið, hugsaði. Já, algjörlega. Það er kannski hjá mörgum að þeir segja, ég ætla ekki að stoppa lengi og tekur þig ekki að læra íslenskuna. Já, það er ekki, mér finnst það ekki alveg nógu gott, það er ekki sniðugt.
byrð hér og ætlar að búa hér, þá verður að taka þátt í öllu og vera hluti. Það er mjög erfitt að manni sé hafnað. Ég held að það sé lykilatriði hjá öllu þessu fólki sem kemur, að það sé hrætt að það yrði hafnað og að manni sé hafnað náttúrulega rosalega vond tilfinning. Þannig að með því að læra einmitt tungumálið og taka virkan þátt í samfélaginu með Íslendingum, þá er fólk meira en til í að taka bara við fólkinu, bara með opnum örmum, held ég. Hvað varst þú og þitt fólk lengi eða fljótan á tökum á íslenskunni? Ég veit að það er alltaf auðveldara fyrir börn að læra ný tungumál, kannski erfiðara fyrir fullorðna. Já, algjörlega. Fyrir mitt leyti get ég sagt að ég var mjög fljót og það tók mig ekki nema nokkra mánuði, 5-6 mánuði, að ná vel tökum á íslenskunni og ég gat bara talað. Gat talað og skilið aðra. Ég veit að eins og mamma og pabbi, þau áttu kannski aðeins erfiðara með það. Mamma reyndar vann í skóla, í svona frístund og vann þá með börnum og gat því lært betur og meira. En pabbi var ekki eins heppinn, þannig að það tók hann miklu lengri tíma og hann á ennþá í erfiðleikum með það daginn í dag. En hann talar alveg, hann skilur alveg. Svo bara er þetta bara svo rosalega misjafnt eftir fólki, hvaða fólki duglegt að læra. Ég hef aldrei lent í neinu einelti, ég hef aldrei lent í neinum árekstrum við fólk, bara aldrei. Ég hef stundum verið spurð, hvaðan ertu Keflavík, eða af því fólk er ekki alveg viss. Þannig að hver er ég, hvaðan er ég? En svo eru bara sumir sem að bara halda virkilega að ég sé bara íslensk og er ekkert að pæla í því. Nema einmitt að sjá nafnið mitt. Það er eiginlega bara svoleiðis. En já, ég hef aldrei lent í neinum